Já, þá erum við bara nokkuð bratt að formin. Já. Við erum alveg vopnuð hérna Já. með hljóðnumum. Heyrðu, þetta nú dásamt að fá þig í stólinn. Takk. Fá Já. þig hérna og í peningablómin á millakar. Já. Þetta eru þurrku peningablóm sem er komin úr garði í hérna Vesturbænum í Reykjavík. Já. Sem ég svona ákvað að setja hér í tilefni komið þinnar og páskana. En eins og ég sagði á þann að þá ertu skólabróður minn. Já, já. Og við erum samstúdentar. Já. Og menntaskólann í Tjörninni. Já, og munum nokkuð vel eftir hvort öðru. Já, já. Já, þið voru nú svolítið mikli töffarar þarna í stærðfræðidildinni. Já, já. Þú varst í stærðfræðinni. Nei, ég var í náttúrufræði. Já, mér er sama. Það er fyrir latínu fólk eins og mig. Það var, latínan er nú reyndar svona stærðfræði tungumáluna. Já. Já. En sko, svo bara hvarfst þú úr mínu lífi og ég úr þínu. Já, já. Og ég flaug yfir hafið til Frakklands. En hvert flögst þú? Hvenær? Já. Eftir stúdentinn. Já, já. Varstu bara í Reykjavík eða fórstu... Já, ég fór í myndlist- og handíðaskólann. Þú gerði það? Já, hvað veit ég? Já. Og lærið þar og var kennari frá honum. Já, kendur þú sérst í myndlist- og handíðaskólann í kjölfarið? Nei, fórstu kennarnám eftir? Já, kennarnám, sko, ég fór kennarnám þar. Já. Og hvenær, sko, nú erum við sambílendur á Eyrarbakka. Já, já. Og þú hefur forskátt á okkur Valgeir. Já, ég kom inn að 2011. Já, þannig að það er 30 ára forskott. Já. Og þá ert þú þekktur hér á Eyrarbakka þó þú sért í hálfgerðum felum, eins og maður með Svanin, var ekki felu heiti, endurtekið. Þú ert ekki mjög svona áveðurs, en þú ert með alveg ótrúlega merkt innveðurs inn í þínu vinnustofu, sem viðkemur efni dagsins sem eru fuglar. Já, einmitt. Og segðu mér, sko, að því ég einhvern veginn hélt að þú sagði endur að þú hefði verið á náttúrufræðibraut. Já. Og þá hugsaði ég, sko, hvar hófst fugla áhuginn? Hófst hann, sem sagt, strax þegar þú varst í myndlist- og handíðaskólanum, hófst fugla áhuginn, þú varst í náttúrufræði í kennaraskólanum. Hvenær í ósköpunum byrjuður að fá fugla svona inn í hjartað? Já, ég hef alltaf haft gaman af fuglum, en þá kannski verið bara, ég sá eitthvað tíman, ég var þá bjóð hellu, þá sá ég tálkaða fugla. Já. Í Þingborg í Flóa. Já. Og sem ég hafði gaman að prófa að gera svona fugla. Já. Og þá byrjaði þetta. Og hvað er langt síðan? Já, það er 30 ár síðan. Þannig að þú fórst nú eitthvað eftir hellu. Já, ég fór til Danmerkur, var það 1 ár í Kaupmannahöfn. Já, það að þú flögst sem sagt. Já. Og hvað varst að gera í Kaupmannahöfn? Ég fékk námsleyfi frá kennslunni til að fara í Danmarks Leirihafsskóla. Já. 1 vetur. Og hvað varstu þá með einhverju sérstaka áherslu? Nei. En varstu þá byrjaður að vinna með útskurð? Já, byrjaður fuglagerðin þá. Eða sko, í Danmörku? Verið að því, þegar ég var að kenna á hellu, þá var ég að gera það á sumrin. Ég skil. Og þeir voru í Þingborg þessi fuglar þá. Og Þingborg, er það ekki þá, rétt austan við Selfoss? Jú, það er hvað kallum við þetta? Þetta heitir listamistuð. Já, ullar, mikið með ull, þeir vinna mikið úr ullar. Já. Og þá var þetta vinnustofa í senn eða? Nei, ég veit það ekki, ég ætla ekki að vera að vinna öll þar. Já, en þú varst ekki að vinna fuglan á svæð? Nei, það var að selja minjagrippi og eitthvað meira. Þeir voru að miðla þínu fuglum bara þar? Já, það verið að selja alls konar minjagrippi þar líka. En svo veit ég, sko, það eina sem ég veit, og það sem þú sagði mér allra fyrst þegar ég hitti þig á Eyrarbakka, og þá fannst mér þú bara að vera aðalborinn, af því að þú hafði verið svo lengi á Ströndum. Já, ég 15 ár var á Ströndum að kenna eftir ég kom frá Kaupmannahöfn. Og hvar varstu á Ströndum? Hólmavík. Og hvað var þetta stór skóli? Þetta voru, þegar ég byrjaði þar, það voru rúmlega 100 nemendur. Þú segir ekki, þetta er mikil fjöldi. Já, fækkaði mikið síðan. Ég veit ekki hvað er orðin þá núna. Nei. Sem fækkaði helmingu, segja.
En Hólmavík mjög sérstakur staður. Já, eða mjög sérstakur, það mjög svolítið afskekt, það svipað langt að fara að versla til Ísafjarðar eins og í Borgarnes. Nei, það svoleiðis? Ég skoðan það fyrir utan kaupfélagi. Já. Og þegar þú varst að kenna þarna, varstu þá bara almenn kennsla, varstu með einhvern sérstakann aldurshóp? Já, þetta var alveg verið blandað aldurshópur í Ég var að kenna fyrst bekkjakennslu og svo kendi ég líka með myndmennt og smíðar. Já. Það hefur nú aldeilis höfðað til því. Já, En segðu mig, þú ert að vinna þessa fugla, Hafþór. Hvernig finnurðu viðinn? Já, ég nota birki í það. Já. Litlu fuglana sem ég gerir, og svo kaupi ég efni í stærri fuglana, greni. Já. Og svo hef ég rekavið til að láta á standa og hann verður maður að fara norður á strandi til að sækja hann, því að það rekur ekkert á okkar fjörur hér. Ekki lengur. Nei. Ætli hafi ekki einhvern tíma verið. Vistu það, að því má ég smegi einni sögu sem ekki kemur þér endilega við. Nei. En það sagan hann Matthías Jökkumsson séra og skáld sem samtur þjóðsöngin okkar, að hann var nú að byggja kirkju á Odda, í Odda, þar sem hann var prestur og gerði út fyrir Suðurland þaðan, að hann átti ekki nægan við. Það kom ekki nægur við til landsins. Nei. Og þá bara kom hvalreki til hans. Það bara fyllt, þú heyrt þetta? Nei. Ekki. Nei. Þá bara fylltist þarna fjaran af rekavið. Já. Þannig að hann gæti klárað kirkjuna. Já. Þetta nú svolítið síðan, en samt, þetta ekki lengur. Þú gengur hérna fjörurnar og sérðu engan fáa drumba. Mjög fáa. Já, og þeir eru fjöldin af þeim á Kópaskeri. Nei, það var Hólmavík. Já, Ströndum. Ströndum, Ströndum. Já. En segðu mér, þegar þú ert með viðinn og þeir standa, gripirnir þínir og verkin þín standa á rekavið. Já. En eru unnir ýmist úr birki, sem eru stærri, eða litlu fuglarnir úr birki og stórir úr greni. Já, grenið stærra auðvitað. En hvernig nú að mununa sker úr birki og greni, hvernig með stífleika, stinnleika, þéttleika og allt þetta? Já, það er mjög svipað þannig séð miklu fíngerðara birkið. Með litlu dúllurnar. Já, með litlu fuglurnar og mjög gott gaman líka geta sagt að maður sé að sker úr íslenskum viði. Já, þetta bara í okkar íslenska tré hérna sem vex vilt hér. Eina fáum tegundir sem vaksa viltar á Íslandi. Já, hugsaðu hvað þetta gaman. Það geta verið með alíslenska fugl. Og þú tálkar og þú skerð út og verkin þín eru einverðungu íslenskir fuglar. Já, eingöngu, já. Þú hefur ekkert haldið fram hjá íslensku fuglunum? Nei, ekki. Eiginlega ekki neitt. Það er einhvern tíma Danir sem voru að panta fugla sem maður kannast ekkert við. Já, og þú varstu við bónans? Varstu við bónans? Já, ég gert fugla. Einn var hann var eins og, goggurinn var eins og spóan nema hann bóknaði upp. Ég man ekki hvað hann heitir, sá fugl. Hann er sérkennilegt. Hann er verið með svona snúningsrör á þjóðhátíð. Já, þetta mjög sérstakt. Já, hérna. En svo þegar þú ert búinn, hvað, ég svo forvitin, af því mér finnst þetta svo ótrúleg útkoma, þessi skurðiðinn og listamanns hæfileikinn, hann svo mikill. Og þarna segðu mér, þegar þú færð viðinn, hvernig meðhöndlar hann að hún byrjar að ráðast til allugu? Já, það fyrst þegar ég var að byrja að gera fugla þá kunni ég ekki að brýna hnífa, þannig að ég var alltaf bara með nýtt birki, alveg alveg splungu nýtt og það var miklu mýkra að tálka það. Og blautt áfram? Alveg blautt, Já. Og svo fór ég á námskeið bæði að tálka, ég var búin að tálka í mörg ára, fór ég á námskeið til að læra að tálka líka. Og brýna? Sá ég að það var ekki þetta að kenna mér neitt handtökin, þetta maður búin að temja sér á þetta handtök og eins að brýna. Fór á námskeið að læra að brýna. Já. Þá fór ég geta að tálka úr bara þurru birki líka. Já. En þetta svo sem kom bara sjálfu sér hjá mér að þetta fuglatálkun, En segðu mér, nú ertu með blautt birki. Já.
Og svo ertu búin að tálka og þú ert búin að búa til verkið. Hvað gerist þegar viðurinn þornar? Já, það er náttúrulega þorna áður en ég fer að mála, en mér var sagt að snemma að maður geti sett fuglinn, eða sko hluti sem maður er búin að tálka inn í örbylgjuofn í nokkra, svona bara hálfa mínútu eða styttra, og þá bara þornaði hann. Og fórst að gera það? Já. Og kemur það vel út? Já, það kemur vel út, en maður er heilt svona þegar smiðir hissa á þess að hann bara springi ekki eða klofni, en það gerist ekki með svona litla hluti. Nei, já. En þú vinnur þetta allt hérna niður á Búðarstíg, sem er nú hérna í höfuð á versluninni, Lufólí-versluninni, þá heitir þessi stígur Búðarstígur. Já, Búðarstígur er mitt. Sem er svolítið merkilegt. Það hétt að þetta var stígunum frá húsinu að versluninni. Já, það sem amma mín og afi manstu. Já. Nei, versluninni hérna býtu pakkhúsunum hérna. Já, Lufólí-verslunin, hún stóð aðeins vestar. Já, svo voru pakkhús sem voru rifin 1950. Var það ekki Lufólí-verslunin líka sem var rifið? Hann er rétt á stað. Já. Það var stóra verslunin sem var tvílyft og byggði og stærsta verslun landsins. Já. Og þess vegna heitir það Búðarstígur. Já. En sem sagt, þetta er merkilegt en svo vill auðvitað fólk ólmt vita. Ég veit að þú ert nefnilega ekki óskaplega mikið fyrir það að fylla húsið af einhverju fólki, en það er mjög margir sem fregna að þér og hafa samband við þig. Hvað viltu segja þessu fólki? Tala við mig eða hringi þig, hringi Valgeir eða Sindra. Hringi í lögregluna. Valgeir vill á hringinu í lögregluna, já. Það, ég veit, svo ég fara best að finna eitthvað út úr því sjálf. Já, ég get ekki búið til svo mikið af fuglum, og svo er ég náttúrulega að fara að minnka þessa fuglagerð. Og hvað ætlað þú þá að fara að gera? Nú, ég er hann eldri borgari, ég ætla bara að vera eldri borgari. Já, það þýðir ekki neitt, ég er það líka. Já. Við þurfum að halda okkur við og vera virk. Já, maður gerir það náttúrulega. En svo ertu líka farin að klífa fjöll, heyri ég. Já. En það lítur strákurinn vel út. Þú lítur út fyrir að vera yngri en ég, en ertu árun yngri. Nei, þú lítur líka út fyrir það. Nei, hvað var sætur. Það er alltaf verið svo sætur við mig. Bulla. En þú ert 53. Þú lítur alveg vel út. Þú ert 53 módel. Já. Og ég er 52. Já. Að því ég strauk úr MR. Já. Eftir 3 vikur og fór í listaskóli í Ameríku. Okay. Já. Þannig var nú það. Þannig við eigum nokkuð margt sameiginlegt. Já. En ég ætla að segja, sko, nú sérðu þennan mann þarna. Þú ætlar ekki að fara að selja þig. Mjög stýrt hérna í þessu þætti, segiru. Þú segir fólk verður bara að finna þetta út. Sindri er búin að vera að varpa myndum af verstaðinu þínu. Já. Sem fólk veit að er dolfallið yfir. Já. Og alltaf, það er talað þegar ég kem til Reykjavíkur, já, er ekki Hafþór einmitt þar? Og ég segi jú. Og þá ert þú dásamaður. Frænka mín á fugl. Og svo frá mér, svo þegar að fólk hugsa stórt í gjafadæminu, þá hugsa þetta þín, en þú ert samt alveg ótrúlega mikil svona, hvað segir maður, þú ert svo hóvær í þínu verðlagi, það sem ætti að kosta 100.000, næri ekki svona upp í 100.000. Þannig að ég er svona svolítið hissa á þessu, en þú ert dásamlegur. Og þakka fyrir að koma, að því að þú ert svo dásamlegur, Hafþór, og að því þú ert skólabróðir minn, og að þú segir ég sem líka svolítið hugguleg. Já, það er það. En þá ætla ég að fá Valgeir, sem ég var ekki búin að kynnast þegar ég var stúdent. Nei. Þannig hann er sko nýburi í okkar samhengi. Já. En þú ætlar að syngja eitthvað fuglastand fyrir okkar yndislega Hafþór, listamannin og Eyrarbakka? Jú, býttu nú við. Áttu eitthvað? Fuglakynns? Ég er bara hér með annað általag. Er það ekki bara allir góður? Jú. Voru ekki slatt af áltum? Það er aldrei of mikið af áltum. Voru ekki eitthvað slatt af áltamöndum, Sindri, hjá það var ein. Nei, það voru eitthvað fleiri en ein. Það gæti verið, jú. 2 áltamyndir. Heyrðu, nú þurfum við að snúa þessum mikrofóni. Já, þú færðan. Þú stalst honum frá mér áðan. Svona, þetta er alveg sérlandi.
Bítu. Látum þetta duga bara. Já, þetta sem sagt annað kvæði frá Jóhannesi og þegar við Ásta fórum til Noregs í nám þá var bókastaflinn hans allur með í för. Já. Og ég bara byrjaði á fyrsta ljóðinu í fyrstu bókinu að Bíbí og Blaka og gerði lag við það og svo kom næsta bók og þá var það Álftirnar kvaka, það var fyrsta kvæðið. Ég gerði ljóð við það, gerði lag við það. Býtu nú við, ég ætla að spila þetta er fallegt lag og hann spilaði ekki. Já, fallegt lag, þetta er fallegt kvæði. Ég þarf nú ekki hrósa sjálfum mér hérna á páskadag. Þannig við erum báðir að vinna með fugla. Já, klálega, það er bara þannig. Þetta er stórfurðuleg. Það er hnífur hjá mér og gítarinn hjá honum. Já. Bráðum er brotinn bærinn minn á heiði. Hlýtt var þar stundum, hann er nú í eyði. Man ég þá daga, margt var þá á seyði. Man ég þá daga, margt var þá á seyði. Ungur ég undi út í varpagrænum, horfði á reykinn hverfa fyrir blænum. Þar heyrði ég forðum sitinn yfir bænum. Þar heyrði ég forðum sitinn yfir bænum. Fuglar þar flugu, frjálsir vængir glóðu, lokkandi súgur lyfti blárri móðu. Það voru svanir, söngfuglarnir góðu. Það voru svanir, söngfuglarnir góðu. Margs er að minnast, margt er enn á seyði. Bleikur er varpinn, bærinn minn í eyði. Syngja þó ennþá svanir fram á heiði. Syngja þó ennþá svanir fram á heiði. Svanir fram á heiði, svanir fram á heiði. Og svo bara hverfa þær út í buskan. Klöppum fyrir Valgeiri, hann syngur þetta lag ekki oft. Nei. Hann syngur þetta sérstaklega fyrir þig, elsku Hafþór minn. Og svo ætlum við að færa þér, að við gerðum það líka fyrir hann Líf Pálsson, vinn-þinn, þegar hann var þarna síðast. Þá get ég ekki gert það því þú ert einn og sér, svo fáum við gesti eftir þér, þeir eru fleiri en einn saman, þannig að þú færð jafn stórt egg og líður. Eggjagjöfin þín, með takklæti fyrir að koma og vera með okkur á páskum. Já, takk sömuleiðis. Og þá segjum við bara bless. Já, bless. Þú situr Nú, ég sit bara. Já, þú getur tálkað út egg þegar þú kemur heim. Já. Ég hef sett svona tréfugla á það. Já, það væri nú eitthvað. Það er rétt. Það er góð hugmynd. Þess að nú stendur þetta allt. Eru búin að slökkva okkur? Nei, þetta er góð hugmynd sem er ekki búin að slökkva. Því að síðasta þætti, þá erum við að tala um það að nú erum við að leita að lausnum sem eru umhverfisvænar til að setja ofan á eggin. Já. Tréfuglar eru málið. Já. Takk fyrir það. Verið bless og sæl í bíli. Sjáum svo eftir korter. Stelkurinn